Já, góða kvöldi, áhorfendur góður og eru velkomin í þessa beinu útsendingu Fjölni TV's á þessum stórleik. Fjölni 2 á móti Þór 2 í þriðja flokki önnur deild. Ég heiti Jón Brynjar og með mér situr Matthías Leifsson. Matti, hvernig fer þessi leikur í þig? Ég er gífurlega spenntur í þessu leik. Ég sé hérna að Fjölnir er að taka fyrsta... Nei, það er Þór sem... Hver vann uppkastið? Ég tók ekki eftir því en það gíska á að Fjölnir hafa unnið og valið vörnina. Oftast vel með vörnina sko. Þannig að Fjölnir hefur yfirhöndin í þessu leik. En Matthías ætla nú að fara yfir lið beggja liða. Jú. Byrjum á liði Fjölnis. 21 Jón Kristinn Þórðarsson markmaður, 27 Kristoffer Jóel, 26 Tristan, nr. 19 er Einar Einarsson, nr. 71 er Drengur Kristjánsson, nr. 78 er Viktor Gretarsson, 14 er Ásgeir Smart Birgisson, 32 Þorleifur Aðalsteinsson, 11 Stefán Aðalsteinsson, nr. 5 er Alexander Þórðarsson, nr. 1 er Axel Hreinn. Jú, það er Arnar Gunnarsson, hinn eini sanni og Ingvar Ákason sem sitja á bekknum. Herru, þá er búið að flauta leiks. Herru, Helgi Krið dómar er hérna mættur í hettupeysunni og já, skólaus. Þetta er ákveðin tíska. Jú. Ég er að fílda. En leikurinn er fann að stað, það er Þór Akureyri eða Þór Káa, hvernig er þetta? Það er bara Þór í kallanum. Þór 2, ok. Þór 2. Þór Íslandi sem byrjum boltan. Auðvitað sé að leyfa þeim að klára þessa sókn án við kynnum lið Þór. Það er blokkaskotið, mjög gott, Jón Kristinn Þórðarsson fyrir ekki. Þetta mun taka smá tíma að venja snöfnunum. Já. Fallegt skot þarna hjá leikmaður númer 35. Jóhann Sævarsson með fyrsta mark Þór í dag. Og númer 27 Fjölni skot yfir. Það var hann Kristoffer Jóel þarna sem átti þetta, já, ágætistilraun. Hann er svona gamaldags skytta, vill komin á miðin og bara hamra markið. Er þetta ekki aldrei wildcard svona, þú veist, hjá liðinu? Hann er svona, getur hoppað upp á skoti og skora hvenær sem er, þegar hendar. Þessi maður getur sett 10 mörk hann enni. Það er bara hannig. Akkurat. Klassa vörð þarna Jón Kristinni. Greinilega mikilvæg hlekkur í vörðinni hjá þeim. Komið 2 fríkvöst. Talað Jón Kristinn, hann byrjaði sem markmaður í handboltanum, vissirðu það? Í 7. flokki. Það er gaman að því. Já, og nú er hann þristur og já, vel varðið þarna hjá honum Axeli. Akkurat. Axel Hreinn, gífurlega skemmtileg markmaður. Wow! Sáu þetta, Einar Einarsson er mættur á svæði. Takk fyrir góðan daginn. Sá ætlar að stimpla sinn inn í leik í dag. Svona á að gera þetta. Mér bara brá hann aðeins. Jæja. En ef við förum aðeins yfir, bara byrjunarliðið á Fjölni, þá í hægra horninu er hann Drengur, vinstri skytta er hann Einar, miðjunni er Jón Kristinn, vinstri skyttu er hann Kristoffer, svo er hann Axel í markinu og Tristan er í horninu. Já, víti. Hárrétt. Rétti dómur hann. Vel staðið út hjá línumannum. Við getum ekki satt mikið af þessu. Það er Axel vs. Jóhann. Hver hefur betur? Jú, Jóhann hefur betur með sitt annað mark í dag, staðan 1-2. Keyra Fjölnir hraða miðju. Új. Stillir Fjölnir upp í sókn hérna, Einar með boltan, Jón Kristinn. Kemur Tristan út, fær boltan, svo kallar Kæra á kerfi. Kristoffer á flegi ferð. Það er rétt. Það er smá líf í okkar mönnum, vonum að kvikni aðeins meira. Jón Kristinn kallar hann Drenginn. Kemur Einar Járssona. Langan bolti á Kristó kemur á miðuna. Viktor heldur stimpluna áfram hotinu á Kristó upp. Það er rifið aftan í hann ljótt þarna. Það er ekki dæmt! Hvað var dómarinn að horfa á? Ekki leikinn, getur sagt ykkur.
Þarna var klálega rifið aftan í hendi Kristófers. Vonu nú að þetta verði ekki svona ykkur dag. Já, nú ert þú HSÍ-dómari, Matthías, hvað var þetta? Já. Það var skoran Haukur, já, Þór. Hvað fannst þér þetta brot, Matthías Leifsson? Já, þetta var ekki fallegt, ég get ekki sagt það. Þetta var klálega brot, ekki satt? Jú. En þá fá þeir hraðaflaup og hann Haukur skora sitt annað mark í leiknum. Staðan 4-1. Akkurat. Ég get ekki sagt að þessi draumabyrjun hjá Fjölni í dag, en hérna augljóst að Þórsararnir koma vel einbetri inn í þennan leik. Þórsar, þeir eru grjótarðir. Alltaf þekkti fyrir það. Já, þekkti fyrir svona lúmsk brot líka, eða ekki, eins og hérna við sáum rétt á hann. Jú, hafa nú alveg af sér nokkur atvinnumenn. Eins og 1 eða 2. Arnar Þór Gunnarsson, Aron Einar Gunnarsson í annar íþróttindar, en það er önnur saga. Jón Kristinn á Einar. Jón Kristinn í Árásuna, skotið, stöngin út af. Rétt framhjá. Og gott skot hana, gott skot. Og sjá meira þessi vörnin splundraðist hana gjörsamlega. Nei, gleymt þessu. Það er búið að dæma hérna. Innri dómarinn dæmir víti hérna, þótt að yfirdómarinn er að segja að þetta var klálega ekki víti, en skipti við hann hérna. Hann býður ekki upp á þetta mikið lengur. Kemur Axel, tekur þetta ekki. Skemmtilegt víti, hann má eiga það, hann Jóhann. Kom með 3 mörk. Fjölnir heldur áfram að kera hraða miðju. Einar á fleygiferð. Þá fer fyrsta gula spjald leiksins á loft. Það er leikmaður númer 7, hann Haukur, sem fær það fyrir þetta fólkskulega brot. Þetta var hvað? Hilmar Kristinsson að stimpla sinni en leik með sitt fyrsta mark hérna í dag. 6-1 eða 1-6 er réttar að segja. Já, ég trúi því að menn fara þetta í gang núna. Já, þetta er bara tæknifeilar hérna og einbeitingarleysi. Við náttúrulega erum að horfa á það að leikurinn er að spilast klukkan 7:30 á laugardagskvöldi. Einar með hörkuskotana, drenguna í frákastinu og það er brotið á honum. Einar ekki sáttur með sjálfan sig. Hann vill sjá þetta inni. Einar hann er grjóthörskitta, vill hamra markið. Mikill keppnismaður. Þá kemur Viktor inn. Einar Árásuna, Jón Kristinn. Kemur breytt á Kristóf sækir utavert. Þröngt færi, en setur á hausinn á honum inn. Auðvitað. Stórglæsilegt mark. Minnka munn hérna í 4 mörk. Annað mark Fjölnis í þessum leik í dag. Það er lauk rétt hjá þér, Matthías. Þá sáum við að Hilmar í hægskiptunni, Haukur í miðju. Svo sýnist mér þetta að vera hann Aron í skiptunni. Skemmtileg snúningur hérna, en óöfinn, snýra framhjá. Það heldur Fjölnir áfram að keyra. Já, það er númer 27 Kristó sem skora sitt fyrsta mark hér í dag. Wildcard eins og við kallum hann. Ég hef alltaf verið í tím Kristó. Ég hef gaman skiptur sem vilja bara koma inn á og negla. Enda mikið fyrir það sjálfur, það ekki? Akkurat, hann á að gera það. Hann er skamballinn. Það er að skjóta þessum turum. Jú, en þetta var líka að fara markið. Alína, við sáum þetta hérna upp, þannig að Fjölnismenn er að koma með smá líf í sín leik. Hún skora 2 mörk í röð og er í sókn. Kristó, þetta var ekki skref, hann lyfti ekki fætinum. Þórsar að láta í sig heyra á drengurinn, þröngufæri, hann skorar! Skemmtilegt hjá þessum dreng, sem heitir Drengur. Staðan 6-4. Fjölnir búinn að eiga senstu 3 mörk í röð. Rétti það.
sem núna þeir að láta hann Viktor í vörðinni spila til framalega á móti honum Hilmari. Og talandi Hilmar fyrir Árssona, hann búið með skrefin en þannig að það er bara réttilega dæmt fríkast. Það er hérna 4 Þórsarar mættir í húsi og þeir láta svo sannarlega vel heyra í sér. Hver Þórsar á við 5 áhorfendur? Jú, eitthvað þannig. Sagt. Haukur stýrir sókninni. Kemur Aron í skiptingu. Haukur í árás. Flott línusending hérna. Sending niður í hornið. Og Hausara. Eikur mun aftur í 3 mörk. 4-7. En Jóhann ætlar einast okkar erfiður. Komið 4 mörk leiknum. Kristóf Árssona, hann vill bara skjóta. Jájá, wildcardið okkar með skot yfir. Kemur hraðalega upp. Og Jón Kristinn mættur tilbaka. Heyrðir þetta. Gott frákast hann. Þá fara Fjölnismenn Jón Kristinn kallaði til kerfi 10, veit ekki alveg. Veit ekki hvað það er, en það er hotnum að það kemur inn. Og fer klálega af vörðinni. Hvað er hann að ég trúi því að hann trúir þessi rétt, orðum hannig. Okkur fæna uppi fannst það klálega að fara á vörðinni, en ekki markmannum. Hann vildi meina þarna markmannin sett hann. Fyrir Haukur í árás. Skemmtilegt skot fyrir yfir samsmaður. Og Kristóf lúmsending á Tristan en hann, já, réttilegt. Inn í teg. Hvað slöktur á mér Jón Brynjar? Já, þú varst ánum liðilegur. Já, fyrirgeðu, tek þetta. Jón Kristinn, tilbaka á Kristóf. Skemmtileg feika hana. Jón aftur tilbaka. Kristóf inn og þröngufæri. Snöi! Þetta hefði verið skemmtilegt maður. En já, hann var þröngt færi, hann er að þvinga sig í erfiða stöðu. Heiðarleg tilraun. Skora enda á hann með þess að skjóta yfir hausinn á hann. Þannig að maður skilur hann reynið aftur. Og þá eru áhorfendur Fjölnis vaknaðir. Það er ein tromma komin í hús. Það rífur úr stemminguna. Staðan 7-4 fyrir Þór. Þórsarar byrjuðu betur, komst í 6-1 en Fjölnismenn eru aðeins búin að sína smá líf. Aron með skoti en Axel við þetta, glæsilegt. Þá fara Fjölnismenn í sókn. Einar, það er brotið honum hjá, réttilega dæmt hérna hjá dómar okkar, honum Helga. Helga Hettupeysu. Helga Hettupeysu. Nú sjáum við að það komið ný leikmaður inn á Fjölni. Það er leikmaður nr. 32, hann Þorleifur. Kemur á miðuna, Jón Kristinn færir sig yfir í skiptuna. Kristóf var aðeins að hvíla, fá sér þetta vassopa eða svo. Og Þorleifur í Árssona, en tekið vel á mótunum hérna hjá honum Hilmari. Einar, Árssona, skemmtilegt, en það er tekið aftur hressilega á þeim. Það er ekkert gaman að vera í fanginu á Þórsunum. Gert verið að gefa eftir þarna. Fá að sjá hérna enn einn innlýsingunum í Fjölni. Kemur drengur, leysir á móti bolta. Þorleifur yfir á Jón Kristinn. Niður í horni, Viktor stimplar þetta Jón Kristinn upp í loftið. Nei, það er skot framhjá.
þá byrjar Aron stimpluna á Hauk, Haukur Jársson, einn línsetningu. Góð vörn hjá Gengur ekki. Kristinn hann. Já, það er lína. Þessi dómar er alveg með hreinu. Axel heldur boltanum. Já. Þá hefur Fjölnir fjórða tækifærið til að minnka þetta niður í 2 mörk. Já, þeir muni gera það. Heldur betur. Ég fór spá fyrir marki núna. Einar á Jón Kristins, konar á miðuna, aftur Einar skotið í stöngina, hann er búinn að með skotið sem í dag. Já, virkilega opinn. 2 skot sem eru búin að fara í stöngina út. Þetta eru skot sem við venjulega sjáum inni hjá hann Einari. Hann er gífurlega öruggur hérna hægra megin. Hann náða til að gera markmenn andstæðingarna jafn hvíta og hár sitt. Svo föstur í skotin, hefur hann hrættir. Þarna var nú Hilmar búið með skrifin, áttu að vera dæmt fríkast aðeins fyrr. Viktor fær hérna réttilega skammir fyrir þetta brot. Aron Járssona upp í skoti sjálfu, glæsilegt mark hjá honum Aroni, þetta var beint í fjaraðinni, einföld finta vinstri að vinstri. skemmtileg greining að það Mattías. Já, þakka fyrir það. Þorleifur Járssona. Já, brotið á honum. Saman drengur listi hann inn. Spurning hvort að, jú, hann leipur út. Oft gert til að brjóta upp, já, og ég sem tölórið, þá tekur hann Arnar Gunnarsson, þjálfari Fjölnismanna Leikli. Og við ætlum að taka Leikli einnig. Við sýnum ekki leikliðin. Jú, við sýnum þau nú, en við tölum bara ekki með hann. Getum við látið mækinn detta niður eða eitthvað annað? Nei, tæknumar segir að það sé ekki hægt. Þú getur prófað að kasta honum, en ég veit ekki hvað það. Ekki hitta Ingvar. Ja. Já, við erum komin aftur. Það var að Þorleifur að stjórna sínum mönnum á miðinni. Kalla kerfi. Hann leysir inn, Georg Jón. Jón, það kemur rikkingin, Tristan er boltanum. Hann er nú, jæja segi ég líka. Margir hefði viljað víti þarna. Upp með Jón þarna, glæsilega skot í stöngina. Það gat nú, enn einn stöngin í dag. Ertu að skrifa niður stangaskotin eða? Þeir eru ánum 14. 14 akkurat, hrikalegt. Hérna, fyrirleikur liðana. Hann fór þannig að Fjölnir vann eða ekki útvelli. Þetta eru svona ákveðna gískanir miðað við það að Arnar Gunnlaugs sagði hérna. Já, ok. Já, hérna, ljótt brot þarna, réttilega 2 mínútur. Fengur rétt í þessu að vita frá formanni Fjölnis hérna að Þórsararnir voru að spila sinn annan leik í röð þegar þeir mættu sem sagt í fyrirleik liðana og Fjölnir hafði betur í þeim leik, þannig að Arnar sagði inn í leiklinu áðan að hvað myndu þið gera ef þið hefðu tapað á heimavelli? Auðvitað myndið þið mæta Snællbrál og það er akkurat það sem Þórsararnir að gera hérna í dag og hafa uppsker eins og þeir að sá með 4 marka mun, en
Þetta er ekki búið, þetta er rétt að byrja og við munum sjá Fjölnir snúa blaðinu við. Þetta er tvígrip, eða ekki. 4-9. Munurinn orðinn 5 mörk aftur. Jón, var þetta ekki tvígrip eða ég... Frá mínum augum var þetta klárlega tvígrip, en... Jú, Einar með fallegt undirrættaskotina, minkamun aftur í 4 mörk. Þennan mann þurfum við í gang. Heldur betur. Sjáum að skipta Fjölnir varnarafli. Viktor kemur fyrir framann í 5 vörn, mjög aggressífur. Og hann, Hilmar, hann bara prjónar sig í gegn. Þetta á ekki geta gest þegar menni eru einum fleiri. Jón Kristinn, yfir á Þorleif, yfir á Dreng í horninu. Nei, Drengur fer ekki inn, heldur sendur á Einar með annað skot. Nei, það er beint á markið og Þórsson á frákastinu. En svolítið óþolinmóður. Sending fram, já, það er fríkast, hann hélt honum hana þegar hann sendi. Svolítið óþolinmóður. Það er nægur tími, við erum einum manni fleiri, það er að velja færin. Ára Hilmar og hann Óðinn er komin á miðjuna. Óðinn upp. Nei, þetta var ekki Óðinn, þetta var hann Aron. Jú, það er rétt hjá þér, þetta var hann Aron akkurat sem átti þetta skot. Vel varið hjá Alexander Þorleifur, skotið, jú, þetta fyrsta mark Þorleifsson í dag. Minkamun aftur í 4 mörk, en þá eru Þórsarnir orðnir 7 aftur. Þá kemur hann Haukur inn á. Innlesing hjá Þórsunum. Óðinn kemur út í blokk. Þröngt væri. Setur hann framhjá. Hvort Axel hafi ekki varið þetta? Jú, við skráum það. Skrifaði á hann. Það gerir þetta hvað? 4., 5. skotinu sem að vera þetta? Ég er ekki búinn að taka það tölfræðan niður, þannig ég er ekki viss. Jæja, dómari góður. Það er greinilega rifið í höndin á manninum. Það sendir boltan. Ég hefði haldið að þetta væri fríkast. Þú sendir nú bolt á venjulega ekki svona. Þetta er fríkasti leik. Jú, jú. Ha. Já, Þetta er vist. þetta var Það var hann Haukur. áhugavert, en þetta er mark, jú, jú. Það er telja. Haukur með sitt 3. mark. Þorlóður mætt hann harkalega af Hauki. Og aftan í hérna. Þetta hlýtur að vera tvær. Já, já, það er rétt. Þetta. Fer aftan í mannin. Hann er komið fram, já. Þetta er bara einfalt, þetta er handbolti. Það er hann Hilmar. Nei, Hilmir. Fyrir ekki. Hilmar, Hilmar. eða Hilmir. Við erum með handskriðar skýrslita fram okkur. Við erum að lesa þetta. Segjum Hilmir með sínist það. Ok, Hilmir. Einar með skot, það er varið að vörninni. Mér finnst Fjölnismenn ekki alveg vera nú agaði þegar þeir eru inn fleiri. Þurfa bara að taka sterka stimplun. Alveg að velja réttu færin, það er rétt hjá þér. Þá kemur Jón Kristinn í árás, yfir á Þorleif. Og hann er nú sloppinn í gegn þarna, en nei. Hann ákveður að senda, jú, jú. Skemmtilega hann að Viktor eða ekki. Akkurat, Viktor með sitt, hvað? Fyrsta mark. Fyrsta mark í þessum leik. Vakandi á verðinum, sá hérna smá samskiptaleysi milli Þórssonanna. Þá er staðan orðin 7-11. 4 marka munur, 4 mínútur eftir. Aron upp í skoti, menn verða að mæta svona manni. Hann bara blæs ekki nös hjá honum hann. Til hans annað mark í leiknum. Og Einar upp, gott færi, æja. Áfram með boltan, Öskan Arnar
vill fá meira flota á hann. Þá missa Þórsarar boltan. Jón Kristinn, það er opið fyrir hann í hornið. Viktor. Jæja. Það er ljótt brot þarna, hvað gera dómararnir? Jæja. Hann stendur ekki. Hann stígur fyrir. Það snerta nú 2 mínútur. Þá eru Fjölnismenn 2 fleiri í hálfa mínútu. Og fá víti. Og á punktinn stígur Drengur Kristjánsson. Upp í hægra megin. Já, easy. Drengur minnst annar mark í leiknum og minka munin í 4 mörk. Það eru Þórsararnir ekkert að flýta sér hérna, gefa sig nægan tími að stilla upp. Viktor náði að hirða boltan hann á miðjunni. Þetta eru Halló, skrefa dómur hana. Hvernig segir hann nei við þessu? Þetta voru klálega skref. En gott mark enga síður. Var þetta ekki hann Aron? Skorað hana? Jú, mér syndist það. Hann var eina kallaður út af. Drengur kemur á miðjuna, Þorleifur fyrir hægri og inn á kemur leikmann nummer 5. Alexander. Fyrir hægri horni. Drengur Árásuna. Gefa honum tíma honum Stefán, já, Ásgeir. Ásgeir, já, Ásgeir kominn inn á þannig lína. Þá stýrir Drengur þessu yfir á Þorleif hægra með skemmtileg hreyfing þarna og nei, það er fríkast. Indri dómarinn endur fríkast þarna. Ytri dómarinn ætla að sleppa þessu, en veit ekki með það. Þetta þarf að taka á réttum stað. Þetta kemur allt með kalda vatninu. Við erum ennþá einu manni fleiri, 30 sekúndur. Næstum maður kemur inn á hjá Drengur með krossendinguna, mjög góð. Drengur aftur Árásuna sjálfur, fyrir skotið. Það er varið og dæmt fríkast. Höndin er komin upp. Fjölnismenn eru minna á einum fleiri. Og Jón Kristinn upp í skotið, höndin uppi í stöngina og þeirna á boltanum aftur. Það er nýsók. Það var höndin niður. Jón Kristinn róa leikinn hérna skynsamlega. Það eru samt 5 sekúndur í mannin, þannig að það er spurning hvort rætt aðeins að líta sér. Ná allavega stimpluninni. Drengur hérna í þröngt færi en lætur vaða marki. Það voru Þórsararnir orðnir 7 aftur. 5 marka munur, staðan 8-13. Aron Árásuna skýtur og skorar. Þetta er allt og einfalt fyrir hann Aron. Já, hann þarf lítið að fyrir þessu. Það er enginn að mæta honum. Hann gerir þetta enga síðan mjög vel. Fær bara flugbreytina sína hana. Það er ekki búið að dæma, þannig að akkur eru menn ekki bara að spila. Skemmtilegt hana. Já, Viktor snuttar hann hana, skemmtilega gert. Minka munin í 9-14. Dómarinn þarf að dæma til þess að... Já, verða að flauta í flautuna, þannig að... Þá eru 5 mínútur eftir og 5 marka munur. Það skora Þórsarar. Þetta er allt og einfalt. Finnur með skemmtilega sendingu þarna niður á línuna. Búinn að búið sér til gott pláss. Hver á þessi skoraði? Halldór hérna. Halldór Jónsson. Halldór, já, skoraði. Það var Kristó komin inn á. Það er að setja sitt mark á leikinn. Þá stoppa tíman. Þar sem að leikmaður þarf að reyma skó. Síðan hann að gera, já, hann gerir 2 út. Var þetta 2 aldur? Skemmtilegt hjá honum. Ok. Og heldur leikarinn áfram. Sjáum að Kristó mættur aftur í vinstri skiptuna. Og það er Jón Kristinn að hvíla aðeins. Og Kristó fer þetta bara, nei, hann fer ekki upp í skotið. Hætti við Drengur yfir að Kristó, niður í hornið á Viktor.
Stimplar hann að Kristóferinni upp í skotið að sjálfsögðu. Nei, 7. sláaskotið henni í dag. Það var að Finnur komin í herskiptu hjá Þór. Átti góða línusendingu síðustu sókn. Það reynir aftur línusendingan, hún hefnaðist ekki þetta skiptið. Drengur kemur á þetta, Kristó á flegi ferð upp og nei, það er 8. stangaskotið henni í dag. Þetta bara ætlar ekki að detta inn. Þórsararnir sækja hratt, Hilmar út í hornið, í gegn og réttilega dæmt víti, jú. Þá fer á punktinn Aron Haukur. Haukur. Getur komið Þórsurum í 7 marka fórskot. En Axel Ver, auðvitað. Byrja Fjölnis með stimplununa. Drengur kemur tilbaka, Þorleifur tilbaka líka. Það er ekki dæmt. Nei, já. Áhugavert að fá ekki þarna fyrir sinnsnúð. Hefði verið svo einfalt dæmi bara fríkast. Þannig að við vorum alltaf búast við því. En Jú, það var jú. þetta fríkast. Þá kemur Finnur á Aron. Þessi mamma ekki skjóta. En Reyn línus. hann getur gefið á línu líka. Og já, Halldór hann vippar skemmtilegir Axel í markinu. Nú þegar 2 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik er staðan 9-16, Þór í vil. Þetta er ekki að falla á okkar mönnum í dag. Þorleifur kemur á miðuna og Dreng undanskot, beint á markið. Þórsararnir er það frákasti. Það er hann Haukur sem næri sig hana. Og þeim liggur ekkert á. Gefa sér næga tími í þetta. Það var Haukur, konum vinstskiptuna. Prjón sig gegn, en Axel vel skemmtilega. Þetta þurfa Fjölnismenn að fá í gang. Fá Axel velina á stað. Þá stilla Fjölnismennum í sókn. Kristó þarna í einhverjum vandræðum. Nei, hann missi boltan bara. Þetta er nú einbeitingarleysi hérna. Mætti frekar halda að Fjölnismennir hafa verið að koma úr 7 tíma rútuferð. En svo vist ekki. Það sendi ykkur línuna og víti. Á Þá fer punktinn stígur hann Finnur. Finnur er örfendur, efnilegu Þórsari. Reynir að snúa hann hana, en Axel verður það. Já. Lætur ekki plata sig svona auðvitað. Fimmta sekundar eftir hérna, Drengur í árás, nei, það er brotið á honum. Við verðum að hafa aðeins hraðari hendur þetta, 10 sekundur. Drengur stillir upp, sendi ekki yfir á Kristó, hvað gerir Kristó? Út í hornið á Viktor, í gegn og nei, þetta er ekki inni. Hvað var þetta? Þetta var 10. sláaskoti sem við sjáum henni í dag. Já. Þetta bara vill ekki detta inn hjá Fjölnismönnum. Svo sumir dagar eru stöngin út af. Ég reyndar sá hérna þjálfara Þórsarna eitthvað eiga við marki fyrir leik. Það er spurning hvort hann hafi eitthvað að fiffa þetta hana, en Það mætti nú halda það bara. já. En þá förum við inn í hálfleikinn sem sagt 7 marka munur, staða 9-16. Herru þetta, við vonum bara að okkar menn komi aðeins grimmar til leiksettanleik af því að munur á milli liðana er ekki svo mikill. Nei, alls ekki. Ég held Ekki að, mínum að allavega. hvað heldur Addi segja í hálfleik? Það verður einhver blóðsýri sem má ekki hafa eftir mér hérna. Nei, Hann er ekki sáttur.
þú sér það bara á honum, ég held ég aldrei séð svona rauðan í framann. Það verður gaman að sjá hvað gerist þetta í seinni hálfleik. Tökum okkur örstutt hlé, komum svo aftur eftir stabil svona 10 mínútur, segjum það.
Já, við erum komin aftur. Fjölnismenn Geysissókn, Kristó í hornið af Viktor, Viktorinn. Auðvitað. Flott byrjun á seinni hálfleiknum. Það er greinilegt að Arnar hefur valið orð sín vel í hálfleiknum. Vonum að þetta verði bara, já, það sem mun koma. Á Aron, klippinguna fyrir Hauk og Haukur fara hann. Tekur hann miðuna, vel brotin af Kristó. Þeir eru snöggir aftur, Aron upp, en Jón Kristinn mætir honum og skellir honum í gólfið. Og fyrir það fær hann 2 mínútur. Já, ég veit ekki alveg hvað skal segja hana. Dómarinn vildi meina að honum Aron hefði verið hrint í gólfið eftir að búið flauta var, sem er réttilega 2 mínútur. Fjölnismenn, einu fari, næstu 2 mínúturnar. Það var það Haukur, klippingu fyrir hann, Finnur á Aron, Aron upp og það er blokkað Einari. Einar tekur hann, fer sjálfur bara síns mér. Já. Það ítti aftan í hann lá og það er væntanlega 2 mínútur, auðvitað. Þetta er bara réttilega dæmt. Glæsilega gert hjá Einari. Stelur þetta boltanum og geysir sjálfur fram. Já, Helgi Kristinsson, dómari með þetta allt á hreinu. Útskýrir sitt mál fyrir þjálfari Þórs. Og á punktinn stígur hann Viktor. Ætlar að skora sitt 4. mark í leiknum. Gerir hann það? Já. Við efuðumst aldrei okkar mann. Og munurinn kominn niður í 5 mörk. Ara Finnur og Haukur finna sér vel í gegn hana en þeir ná að brjóta. Einar með glæsilega hjálpaður þannig að Kristó búinn að missa manninn. Já, vel mætt á Kristó hana, mætti Hauki vel. Finnur í skotið, Axel með þetta. Fjölnismenn spila með línumann og Kristó árás og auðvitað. Ef hann fær flugböndin sína, þá stoppar hann enginn. Hans 3. mark í leiknum. Og já, Þórsarar eiga líka svona gæja. Sá maður heitir Aron. Hans 5. mark í leiknum. Og Einar í hornið á Stefán sem að lætur verður á sér. Fínt færi, þetta verður maður að nýta bara. 5 marka munur, 17-12, Þórsson með vil. Finnur í hornið, fær hann aftur, missar hann í fótinn hann en dómarinn sér þetta ekki. Kemur Aron á miðuna. Skiptir við Hauk stöðu. Þá kemur maður í Fjölnismanna inn á, reyndi að stela boltan skemmtilega. Gekk ekki, Haukur í árásina. Og Aron. Já, fríkast, búið með skrifin. Haukur, skot í gólfi, Axel verða. Já, fríkast dæmt. Fjölni vil. Já, jafnt í liðum. 5 marka munur. Það er allt annað að sjá til þessa Fjölnislið heldur en það sem við sáum fyrir áleik. Miklu meira lífið þeim, fagna mörkum og svona. Góð fintið á Kristó, en glæsileg hjálpaður hjá Aroni sem blokkar skotið hans. Kemur Einar inn á miðuna á Jón og Kristó. Hornið á Viktor, þröngu færi, fyrir sandinn en hann lætur verða á sér. Viktor er virkilega góð slúttari. En það var kannski aðeins og erfitt færi.
Aron kemur á miðuna, klippingu fyrir Hauk sem getur baka og róar leikið niður. Já, skemmtilegt hjá Viktor sem komst inn sendinguna. Fjölnismenn í boltan. Kristó vill koma inn á miðuna, Georg Tristan á línunni, Tristan setur á hausinn á honum og skorar. Glæs og fagnar líka innilega, þetta viljum við sjá. Þetta maður með líf í sér sko. Hans fyrsta mark í leiknum. Það er Haukur í árásun á Viktor. Og Fjölnismenn stela boltanum. Jón Kristinn komin 1 fram. Ó, næstu því varið en inn fór boltinn. Það skiptir máli. Jón Kristinn með sitt fyrsta mark í leiknum. Og munurinn komin inn í 3 mörk. Þetta er orðið leikur, dömur og herrar. Þetta er orðið leikur. Ég er að fíla þetta. Þessi rataði bara línuna. Finnur sendi hana milli fóta Kristó á Þórsson línunni sem er síðan brotið á. Mögulega geti þetta verið víti, veit það ekki. Skref hana, hann er fáið tilbaka hana. Finnur línuna vel. Hann er góður að finna línuna. Hann kann þetta. Þetta er einu snöggt skot en Axel er mættur. Splitta niður á neðarhornið. Og Fjölnismenn geta minkað niður í 2 mörk. Það er ekki verið svona munur sinni í byrjunleiks. Og Jón Kristinn skotið og það er inni, auðvitað. Munurinn komið niður í 2 mörk, 17-15, Þórsson með vil. Þetta er miklu betra, nú er þetta orðið leikur. Viktor er hérna rosalega framalega í 5-1. Þetta kallast aggressív 5-1 vörn. Þá í hægriskeytinu er hann Hilmir kominn. Og Þórsson að finna línuna og það er mark. Og 2 mínútur. Þetta var dýrt. Jæja. Halldór með sitt 3. mark og Einar fekk hérna 2 mínútur dandar á sig. Þá eru Fjölnismenn einu færri. Það var að byrja að ganga með þeim og fá þetta tilbaki. Það er erfitt. Sáum hvernig þeir bregðast við því. Og Stefán inn, þröngu færi. Já, glæsilega gert Stefán. Þetta viljum við sjá. Hans fyrsta mark í leiknum. Nú er bara 1. Nei, það eru 2 Fjölnismenn sem er eftir að skora í leiknum. Haukur á Hilmir. Glæsilega varið hjá Axeli. Þarna náði loksins að sjá við honum Aroni. Þetta var frábær varsla. Þá fara Fjölnismenn sókn, 25 sekúndur í að þeirra maður kom inn á. Kristó í hornið af Viktor, þröngu færi og fær vítið. Glæsilega gert hjá honum. Og tíminn er stopp, hann hefur snið, sýnst ökklinn. Hann er eitthvað snúið sig. Það stígur Viktor á punktinn.
Og það varið. En Fjölnismenn eiga boltan fyrir innkastið. Tveggja marka munur, Fjölnir sók, getur minnkað niður 1 mark. Það hefur ekki gerst síðan bara í byrjun leiks. Tristan kemur út á Einar í árásina. Á Kristó í skotið. Það er framhjá. Þá vilja Þórsarar væntanlega fá að skora núna. Til að hrista Fjölnismenn aðeins af bakinu sínu. En sterk vörð þá þegar Fjölni. Þetta viljum við sjá. Kemur langur Kairó hana hjá Þórsurum. Flottur snúningur hana hjá honum Hilmari. Glæsilegt. Þá róar Jón Kristinn leiksinnamanna. Stefán leysir inn og hægri horninu á Fjölni. Jón Kristinn í árásina. Hann sloppinn og hann skorar. Glæsilegt. Jón Kristinn dottinn í gang. Búinn að skora hann 3 mörk í seinna leik. Og það er greinilegt að þessi vörð hjá Fjölni er að virka ágætlega. Viktor komur hann langt út, er að trufla Þórsarana. Það finnst óþægilegt. Gallum þetta hins vegar að Aron kemst í tiltölulega þægilega stöðu, getur komið bara að fengja flugbrautina. En Haukur er sloppinn. Þetta er fríkast. Ekkert meira það. Flott vörð á Jón Kristinni, hann lætur ekki fíbla sig aftur. Þá er þessi sók búinn að vera ansi lengi hjá Þórsunum. Höndin fari ekki að koma upp frá þeim. En misjöndum línsending og Fjölnismenn fá boltan, langur bolti kemur upp. Fyrir baki á Þórsunum sem var hann að loka fyrir sendingarleiðina. En þeir verða að reynda. Það er fóturdendur hérna á Viktor. Óvilja verk svo sem, hann er engar 2 mínútur eru nauðsynlegar. Þá kemur Aron að miðuna í skotið. Já, en Axel verða. Glæsilega varið, Axel er komin í gang. Búinn að standa sína vakt með prýði. Okkur Kristó Aronsuna yfir á Einar, Einar upp. Herru, það er klálega haldið hann að línunni, en dómarinn sá þetta ekki. Og Axel, Axel ver en ekkert þríkast dæmt. Þarna var dómarinn að fylgja sinni eigin línu. Þótt hún sé nú skitinn. Það er mikið fríkast, það er áhugaður lína. Þá geta Fjölnismenn aftur, minkan 1 mark, Kristó kemur, klippingu, nei, ekki skotið og hafnið þessi steinlá inni. Þeir plötuðu með algjörlegum skónum, eins og þau gerðu með Þórsarana. Kristó með sitt 4. mark. Þetta er svona maður sem getur unnið leiki upp á sitt einstæmum. Þá breytar hans til Þórsararnir, á miðjuna er kominn leikmannum 14, hann Hrannar. Og Haukur fær skiptuna en á glæsilega gert þarna hjá Þórsunum. Þetta var hann Jóhann með sitt allavega 7. mark. Finta sig vel.
Tveggja marka munur. Kemur Kristján með hana, sama kerfa á það. Núna klippar hann Einar. Einar yfir á Jón. Jón í hornið með Viktor. Viktor stimplum tilbaka, já. Jón inn á miðuna. Krossending yfir á Stefán sem að grípur ekki boltan. Óbyrð hana. Stefán hefði fengið príðisfæri hann gríp boltan. Og Þórsar að gera það sama, senda krossendinguna. Það er virkilega dýrmætt vopn ef það er gert rétt, þessi krossending. Sjáum að Haukur kom í skiptuna. Hann er gerðilega mikilvæg partur af leik Þórsara. Hann hefur ekki fengið að sína mikið setna á leik meðan Fjölnir hafa spilað þessa framleikandi 5-1 vörn. Þá er komið inn á í liði Fjölnismanna á línuna hann Drengur, nr. 71. Gríðilega fjölhæfur leikmaður. Getur spilað til alla stöður í vellinum. Þar með talið mark. Þá leysir Stefán inn. Þá kemur Kristó aftur, löng klippingin. Einar, Árásna, á Jón. Nú vantar smá þolinmæði. Já, þetta er rétt. Ef að kerfið gengur ekki upp í fyrstu tilraun, þá verðum við bara að halda stimplunum áfram. Kom boltanum yfir, nóg á leikmennum þar, segir Arnar. Lúms sending hjá Jóni hérna. Einar fyrir Árásna. Nei. Jæja. Smá miskilningur og þetta nýta þeir sér. Hjá Þór, Jóhann með sitt 7. mark. Já, hans 7. mark leiknum. Munurinn komin í 3 mörk aftur. Þá leysir Stefán aftur. Fjölnismenn halda sig við þetta kerfi hérna. Kristó í horni og Viktor heldur áfram. Já, fríkast dæmt, búið með skrifin. Hárrétt dæmt. Fínt skot hjá Einar en hann var markmaður Þórsara Oddur mættur í hornið. Að gera hérna. Fallegt spil hérna hjá Þórsarum. Býttu nú við. Það var munið komin í 4 mörk. Var 1 á hann. Kristó upp. Erfitt skot. Fjölnismenn ekki alveg að finna leiðina fram hjá vörðinni hjá Þór. Haukur hann miðuna. Gefur yfir. Vel brotandi hjá Dreng. Þá vaknar stúkan, þetta er mikilvægt, það er komið smá svona daufleiki yfir leik Fjölnismanna en þá stelaði boltanum en fríkast dæmt. Ég veit ekki, jú, Elsa það rétt. Þetta var harður dómur, en dómur var þetta. Haukur klippingu. Já, Þórsara missa boltan. 12 mínútur eftir að leiknum, nægur tími, liggur ekkert á.
Það má alls ekki gera svona feila. Þarna missa Fjölnismenn boltann og Hilmir skorar sitt 4. mark. Þetta er dýrt í svona aðstöðu. Kemur Einar á miðuna. Er mætt þarna framalega. Jón snöggt skot, vörðin tekur þetta. Fjölnismenn eiga boltann. Þetta var engin smá vörn. Og Haukur fagnar hann að sjálfa sér gríðarlega vel. Kemur Kristján á miðuna. Á línuna dreng, en það er dæmt lína. Helgi dómari er rétt staðstur, sá þetta allt. Kemur Haukur, kemur breytt, droppar hornið. Inn fyrir hann og reyna að snúa hann framhjá. Axel, gengur ekki. Markasti leikmaður Þórsara, bara ástæðan bólastinn. Já, það er eitthvað svona andleysi yfir liði Fjölnismanna og í þeim töluorðum tekur Arnar Gunnarsson þjálfari Fjölnis smá leikhlé. Það er að kveikja hans í sínum mönnum aftur. Munur var komin í 1 mark en nú 5 mörk og það eru hvað marga mínútur? Það eru 10 mínútur eftir. Þetta er hægt, þetta er hægt. Jæja, sjáum hvernig Fjölnismenn koma inn eftir þetta leikhlé. Vonandi koma með sama eldmóð og kom inn í seinni hálfleik. Leysir hann inn, klipping, Einar á miðuna, skotið, það er varið. Viktor nær frákastinu, glæsilega gert. Frábærlega gert hann hjá honum. Alexander með sitt fyrsta mark í leiknum. Það var bara 1 Fjölnismaður sem ekki kom á blað. Það er greinilegt að Þórsarar ætla ekki að sleppa þessum sigri. Gríðarlega einbeittir. Haukur inn á miðuna, skýtur að framhjá, ekki dæmt. Auðvitað ekki, enda ekki þörf á því. Kemur Kristján á miðuna, upp með drengur. Hann verður nú aðeins að hoppa í loftið. Jæja. Þá geta Þórsarar aftur náð
5 marka fórustu þegar það bil 8 mínútur eftir. Þetta var rosalegt kerfi hjá Þórsunum. Bara svínvirkaði. Sýnst að það hafi verið hann Hrannar með síðasta mark. Eða ekki með Einar, skotið slána. Sláin ekki búinn að vera vinnur Fjölnismanna í þessu leik. 5 marka munur, nú geta Þórsarar farið langt í land með hennar sigur með því að setja mark núna. Haukur inn utanvert, fær víti, þetta er rétt. Hvað gerir markahæsti leikmaður Þórs? Hann Jóhann. Var þessi tæknimaðurinn okkar. Það er mark. Grænlenski tæknimaðurinn okkar er ekki með puttana á púlsunum. Þarna skorar Jóhann sitt 8. mark. Glæsilegt spil þarna hjá Fjölni. Þetta var flott. Alexander með sitt annað mark. 5 marka munur. Nú bara mega Fjölnir ekki fá á þessu mark. Ligguð út leikinn. Það þarf vörðin þetta í gang og Axel að loka. Við höfum trú á því. Þarna... Já! Auðvitað! Axel með þetta. Bjarga félagsum drengi frá vandræðalegri uppákomu. Algjört dauða færi sem varði þarna. Jón inn á miðuna. Viktor byrjar stimplun. Kristó, hann vil skjóta bara. Það er varið. Þá reyna Þórsarar hraðablaup sem misheppnast. Löngsending fór allt og langt frá. Þarna hefði ekki sem mögulega getað róa leikinn, þeim liggur ekkert á. Það eru gulu strákarnir sem liggur á. Minnið þá að við erum að nota hashtagið handbolti á Twitter. Endilega segja ykkar skoðun. Þetta var fast góð treinari sem hann Oddur tók. Þá 5 marka munið að 5 mínútur eftir. En við höfum trú. Sérstaklega þegar Axel er í þessu formi. Þórsarar halda boltanum. Glæsilega varið hjá Axel, hann er heldur með í gang. Hann er að standa sína vakt, en strákarnir framan hans það ekki. Hann má alveg láta að heyra núna. Þetta var hann leikmaður númer 15, hann Hafþór. Og nú þurfa þær að drífa sig Fjölnismenn. Á, flott hjá Einar hana. Hans 3. mark í leiknum. Fimm marka munur. 4 mínútur eftir. Tekið fast á honum Hilmari í vörðinni. Hilmi. Afsaka fallbeigingar mína.
Fjölnismenn vinna boltan, Einar. Jón, það er varið, hann Oddur ætlar að sigla sig heim. Glæsilega varið hjá Axel, hann er heldur betur að gera sitt fyrir Fjölnismenn. Hann er klálega maður leiksins hjá Fjölni. Já, þetta var á fast. Gott mark, nú er svolítið spurning að halda haus og klára leikinn. 3 leikmenn af Fjölni komið 4 mörk. Að spila Fjölnismenn mjög framalega. Haukur í árásina. Þetta var svakaleg línusending og þarna siglir hann Halldór sínum mönnum í sigurbátinn. Sigur höfnun skal segja. Kristó, þetta getur hann getur skorað með þurrum. Svona menn þurfa að vera í formi, góðu skotthætti eða ætla að vinna leiki. Fjölnismenn vinna boltan, fá fríkastið, 4 marka munur, 1 mínúta og 15 sekúndur eftir. Fjölnismenn ekki fara að ná þessu en vilja væntanlega minnka munin. Þetta er deildakeppni, markadal skiptir máli. Það er brotið fast af Einari, spurning hvort það verður ekki stopp á tíman. Akkurat þegar 1 mínúta er eftir til leiks. Já, nú trúi ég ekki öðru heldur en að okkar menn setja eitt og sýni aðeins í hvað þeim býr. Ekki dæmt á þetta. Já, Kristó Tryggðsson, hans 7. mark í leiknum. 4 marka munur, það það bil 15 sekúndur eftir. Fjölnir innan, það er maður og mannvörn. Þar með skora, það var nú býsna ólulega með það, en jæja. Og á þessum nótum skora Einar síðasta mark Fjölnismanna, lokastaðan 29-25. Já, Fjölnismenn sýndu ágætan lit hann í seinni hálfleik, náðu munum minnst niður í 1 mark. En svekkjandi tap fyrir Fjölnis, 29-25. Við hjá Fjölnistíð þökkum fyrir okkur. Við erum á næsta leik hjá okkur, það er á mánudaginn. Þegar meistaraflokkur karla í Fjölni tekur á móti Gróttu í, hvað er á morgun, það er sunnudagur. Á morgun, þegar meistaraflokkur karla tekur á móti Gróttu í 8. úrslitum. Það verður geðveikt. Takk með því. Herru, takk fyrir okkur.